Það eru skagamenn, ég verið bara hjartalega velkomnir til Grindavíkur, þegar kannski segja okkur hvað þið heitið. Ingi Þór Sigurðsson. Breki Þór Hermannsson. Og ég heiti Ármann Ingi Finnbogason. Og hvað, eru þið allir uppaldir á Skaganum? Við erum allir nema Breki, hann er uppalinn á Grundarfirði. Grundarfirði. Ég bjó á Grundarfirði í 16 ár, áður en hluta Skagan, fyrir heimaðistina þar og ég fótbolta bara í rauninni. Já, þannig að þú ert búinn að vera Akranesi í hvað mörg ár þá? Í 5 ár núna. Í 5 ár? Já. Og hvað, hver var ástæðan fyrir því? Bara það að æfa fótbolta við bestu? Siggi Jónsson hafði áhuga á mér á þeim tíma. Hinn eini sanni Siggi Jóns. Þá segir maður já. Þá segir maður bara já og ég mætti bara. Ok. En segið mér, þetta kom mér svona dálítið skemmtilega óvart að 3 skagamenn bara og auðvitað náttúrulega bara vilja spila með Grindavíkur og allt það, en þið búið hérna. Var það alveg no brainer, Siggi, þú kannski? Já, Ingi, Siggi pabbi. Já. Nei, þetta sko, þeir fara á lán í nóvember, snemma. Ég kem í febrúar, einhvern tímann. Og svo, áttu náttúrulega bara að æfa alltaf í Hafnarfirði og spila hér var draumurinn hjá klúbbnum. Svo það kom í ljós að við værum bara að fara að æfa hérna á hverjum einasta degi og spila hérna. Það var svona, fannst okkur full langt að keyra frá Skaganum og hingað og víst það var laus íbúð hérna og sáum við ástæðu til þess að búa ekki hér. Já, betur og þín tenging, þú áttum kannski aðeins svona meiri tengingu heldur en þeir, pappiðinn spilaði hérna? Já, pappi spilaði hérna 94. 94, það er Luka Kostic skemur og... Já, kom hann á láni mitt líka, 1 tímabil. Bikarúrslit og Grindavíkur upp í efstu deild, þannig að þú ákvað að reyna að feta í fótsporin. Þá bjó hann hérna líka, flutti. Þannig að sérst planið hjá, æfið þið oftast bara hérna inn í Grindavík eða eitthvað? Við æfum alltaf. Þið æfið alltaf í Grindavík, já? Við erum bara, þannig að þá var það nóg brennur að flytja eftir að byrja að vera þannig. Og hvað, ég meina, hvað heldur vinir eitthvað annað? Bara, eru þið ruglaðir? Ætlaði að fara að búa í Grindavík? Eru þið geðveikir? Það var alveg margir sem að voru svona, báða máttu með þetta, foreldrar líka og svona, hvort þetta var ekki örugglega safe að fara hingað, en við einhvern veginn pældum ekkert það mikið í því, sko, bara. Og hvenær voru þið fluttir í Grindavík? Herru, það var fyrstu vikuna í júní, var það ekki? Jú. Þá voru fluttin hingað. Þannig þeir eru búin að vera í rúman mánuð? Já. Og hvað, og eru þið eitthvað að ná að vinna með þessu, eða hvernig? Það er svona allt í vinnsleikunin ennþá. Já. Við erum búin að redda vinnu hér og þar, eða svona, stjórnin alltaf hjálpa okkur. Ekki mikið kannski vinnu í Grindavík? Nei, hann er bara rosa lítið vinnur hérna núna. Þannig að þeir eru alltaf að redda okkur bara hjá einhverjum fyrirtækjum hérna sem eru ennþá. Já. Ok, og bara sumari, hvernig hefur ykkur liðið hérna í Grindavík? Bara kannski, ef þú kannski svarar því þá. Já, náttúrulega bara draumur að vera 3 bestu vinir að búa saman hérna í íbúð í Grindavík og spila fótbolta saman og þetta er bara búið að vera eitt af það skemmtilegustu sumarum sem ég hef spilað fótbolta allavega en búið að kannski vanta upp á síðustu leikjum. Já. Búið að vera léleg úrslit og svona. Þannig að þið eru svona æsku, þið hafið bara þekkt lengi eftir að þú kemur á og þeir sérstaklega. Ég og Ingi hefum bara þekkt síðan og voru bara 4-5 ára, spila fótbolta saman og bara verið bestu vinnir. Og þið eru þetta náttúrulega í hérna fótboltana, ykkur er slett sama þótt að sé ekkert mikið svona stuð hérna helgar og annað. Það er ekki mikið næturlíf í Grindavík núna. Nei, voða lítið. Við erum bara samt geðveikt að vera bara með hérna bæinn næstíð fyrir okkur sjálfa. Geta gert bara eitthvað sem við viljum. En hvað með önnur áhugamál? Er þið í golfið eitthvað svoleiðis eða? Já. Þeir eru betri en ég en ég er svona að byrja í þessu núna, golfið. Mástu köpa sett bara í gær? Já, keypti mér sett í gær og svona. Og þá hafið þið væntanlega verið duglegir að spila bara hérna í Grindavík gerir þér á fyrir? Já. Og eru þið ekki hrifnir af þessu golfvelli? Geggjaður völlur. Já, ég sá að það var komið lasagna í ofni. Hvernig hefur því verið háttað? Er einhver sem er aðalkokkur eða? Já, bara það hefur verið hefðið hjá mér að fá mér alltaf lasagna á leikti og við ákveðum að taka það hérna í íbúðin og fáum okkur alltaf lasagna núna fyrir hvern leik. Já, sem kvöldi fyrir leik? Já, kvöldi fyrir leik, þá var lasagna.
og já, við skiptum bara verkunum svona jafnt á milli og fyrir eftir dögum hver gerir hvað. Og veitu, hvað eru þið gamlir? Ég og Ingi erum 21 og Breki 22. 22. Og höfðu þið eitthvað eldað árið þið komið hingað? Eða? Sko, voða lítið ég, en Breki hefur verið að búa einn svona. Ég eldaði mikið þegar ég var á vistinni, þá þurfti ég náttúrulega að elda sjálfur. Já. Og ég hef alveg mikið þurfti að elda sjálfur heima, eða svona, foreldrar að vinna bara mikið og svona. Og bara elda ég og bjarga mig sjálfur, það er ekkert mál. Og bara ágætis kokkur, jafnvel bara mjög góður kokkur. Bara fýtt svona. Sennilega bara besti kokkurinn hérna. Besti kokkurinn eftir þrjumur kannski, það var mjög einfalt. En ykkar, þú veist, metnað, hvert stefnið? Þú veist, það að stefna á, þú veist, atvinnumennsku eða, þú veist, bara fest ykkur í sessi, væntanlega í náttúrulega efstu deild, þið komið hérna á láni, þið viljið spila á bara hæsta leveli gerir ráð fyrir. Hvernig sjáu þið það svona fyrir ykkur? Stefnan er náttúrulega alltaf atvinnumennskan í grunninn í rauninni, að koma sér ekkert út, en maður reynir bara að gera sitt besta með hverjum deginum og sjá bara hvert það leiðir. Og bara vonandi verður eitthvað áhugi hérna á manni í sumar og vonandi fær maður eitthvað stærra múf þá. Og það eins og ykkur? Þú veist, það stefna bara mjög langt? Já, alltaf stefnan að fara í atvinnumennsku og það er svona, maður hefur séð það í kringu sig að það er stutt á milli í þessu. Það þarf bara jafnvel hálft gott tímabil til þess að líða fyrir utan, hafa áhuga, þannig að það er alltaf stefnan og hérna kom hingað í sumar til þess að fá að spila og verið tekið eftir manni, þannig að það er vonandi að það gangi. Þið auðvitað bara lítið á þetta sem bara frábært tækifæri á að geta fengið að spila. Meiri möguleikar að spila hérna. Já, bæði meiri möguleikar að spila og kannski að fá stærra hlutverk til að þroskast sem leikmenn, að sé ykkur ábyrgð á manni og maður þurfa að performa vel til þess að liði vinni leiki og svona, þannig að það er svona öðruvísi. Ég held að það sé mjög þroskandi fyrir okkur. Og hvernig er andinn í þessu liði? Þið komið nokkuð víða að, það eru færri útlendingar núna. Já. Þið eru nokkrir ungir leikmenn, komið að láni frá, og hvaða önnur lið, hvaðan eru hinir leikmennir? Hvað, Breiðablik? Það er einhverjir fjórir frá Háka og það ekki? Kópavogi, einhverjir fjórir þaðan. Svo það er einhverjir Grindvíkingar. Jú. Svo þetta svona, við erum með 2 útlendingar núna, sem er ekki mikið. En þriðji var að koma, eða ekki? Þriðji var að koma, jú. Mætti á fyrsta einhvers í dag. Já, og svo þetta má það kannski fylgja sögunni að þið búið í íbúð eins í liðinu, Viktor Guðberg. Já. Hann hefur greinilega gert bara hollvinarsamninginn og hvort það sé verið að misnota þann samning með þessu. Það var bara fuck it. Það er mjög góður andi í liðinu og náðu mjög vel saman, mjög vel samsettur hópur. Já. Allt ungir og svona hungraðir strákar sem að vilja fá að spila og sanna sig. En bara náðum mjög vel saman, sko. En hvað með hina gaurina sem búa þá í bænum? Voru þeir ekkert líklegir til þess að vilja flytja til Grindavíkur? Ekki nógu harðir í þetta. Ekki nógu harðir í það? Einhverju pappastrákar á Kópavoginu bara. Það verða kaldar kveður sem þið fáið á næstu æfingu sannlega. En ég vil einhvern veginn, þannig ég kom eitthvað í mínu sjónarhorni, ég held að þið hafið rosalega gott af þessu. Bara slíta bara naflastrenginn við bara mömmu og pappa, standa eins og eigin fótum og þið hljótið að þroskast á þessu. Og ég held að ungir leikmenn eigi að gera miklu meira og þá jafnvel að fara lengra en þið eruð að fara. Á hverju ekki fara á Akureyri, Hornafjörður eða eitthvað, vera sumar, búa nýjum stað og annað. Myndir ekki bara hvetja alla, og þú veist, eru þið ekki bara mjög ánægðir með þessa reynslu hingað til? Jú, bara mjög ánægðir. 100% sko. Ég skal sé ykkur annað ykkur. Já, við erum bara mjög ánægðir með þetta. Líka sérstaklega að fá að búa með bara vinum sínum og líka gott að, þú veist, við erum ekki alltaf á sama stað, þú veist, eins og að vera Akranesi. Maður voru komið smá nóg á því. Fínt að fara á nýjan stað og pröfa eitthvað nýtt. En hvað með, ef við kannski endum þetta á bara sumrunum, þetta gekk nokkuð vel til þess að byrja með. Það voru í rauninni engar væntingar. Þetta er bara, Grindavík er bara á þeim stað sem er og allt það. Þannig að þið voru svona dóltið að spila, þú veist, ef maður grípur í bara golflíkingamál, þá voru það að spila undir pari. Það eru margir sem tala um að spila yfir pari, þá er maður ekki að spila vel þegar maður er í golfi. Þeir eru búin að spila bara vel, en hvað, dóltið bakslagi segli núna undanfarið, út af hverju? Já, ég veit ekki alveg af hverju það er að gerast, en við erum náttúrulega búin að vera með smá meiðsli núna
búin að missa bakvörðinn okkar á miðjumann og svo líka hafsend og svona. Það er búið að, við erum að styrkja núna hópinn og vonandi að bætist núna. Já. Og auðvitað náttúrulega 3 af þessum leikjum, ÍR, Njarðvík, þetta eru 2 efstu liðin, Keflavík með mikinn metnað, þannig að það kannski spilar inn í líka. Þið voru að mæta svolítið svona sterkum andstæðingum, eða ekki? Já, nákvæmlega. Ég meina Völsungur heima, voru það ekki svolítið mikil vonbrigði? Jú, bara mjög mikil vonbrigði, sko. Mér fannst þið vera með leikinn í höndunum, en svo einhvern veginn fáum við ódýr mörk á okkur og... Já, þið gáfuð svolítið mörk. Já. Þannig að, og náttúrulega mjög mikilvæga leikir framöndan. Það er svona Fjölnir á morgun, þeir eru hvað stigi og eftir ykkur eða ekki? Eitthvað svoleiðis, já. Þannig að 6 stiga leikur alveg par excellence, Já. algjörlega, og svo Selfoss, annar leið sem er fyrir neðan ykkur. Já. Þannig að er þetta ekki dálítið must win leikir? Þetta er það, sko. Við horfum á bara 6 stig í þessum leikjum eða við ætlum okkar að vinna þessa leiki. En hvernig, ef þú kannski, hvernig sérðu, eru þið bara með þeirra láni þetta tímabil sem sagt? Svo bara farið þið þá aftur í Skaga, þannig að hafið þið eitthvað hugsað lengra fram í tíman? Nei, ég raunin ekki. Við ætlum bara að reyna að gera okkar besta hérna og sjá svo bara hvernig þetta verður þegar maður kemur tilbaka. Sjá hvert það leiðir ykkur? Þjálfarinn er bara að klára tímabilið þar, Lárus Orri, og kemur nýr þjálfari eftir tímabil. Já, er það ákveðið sem sagt? Já. Já, hann er bara Ég held það sé bara út tímabilið núna, Já. svo kemur nýr, þannig að maður veit ekkert hver tekur við þar. En er það ekki samt bara orðið þannig að þið eru með þetta yndislega fjall hérna bara við og frábæran golfvöll og geðug aðstöðu, er þið ekki bara að fara að flytja til Grindavíkur bara? Það væri ekki villust sko. Það væri ekki það. Þeir eru við skulum enda þetta bara þannig. Það er ekki bara. Takk fyrir spjallið. Takk.